Halló, heyrist þið mér? Ok. Já, takk hérlega, Marja, fyrir. Ég ætla semst að tala hér um Internet of Things, eða IoT, og tala um þetta út frá öryggismálum í netkerfum fyrirtækja. Ég ætla að fara yfir stöðuna eins og hún er í dag og fókusa þá á öryggis- og rekstrarlegu þættina. Ég mun fara yfir hverjar ógnirnar eru og hvað er hægt til þess að lágmarka þær. Smá fyrirvari. Ég ætla semst að horfa á öryggismálin út frá staðneti fyrirtækja, tæki sem tengjast við netkerfið og fá yfirtölur. Ég ætla ekki að tala um IoT-tæki sem tengjast við 4G-kerfin hjá fjarskiptafélögunum og ég ætla ekki að tala um sjálfa fjarskiptastaðlana eins og Z-Wave og Zigbee sem mörg IoT-tæki notast til þess að tala saman um. En hins vegar þegar þau tæki fara út á staðnetið, það er vel innan skóps fyrirlesturisins. En við skulum byrja að fara aðeins yfir stöðuna á IoT eins og hún er í dag. Flestir hafa ágæta hugmyndum hvað IoT er og eru jafnvel með einhver IoT-tæki heima hjá sér. Skilgreiningin er mjög teygjanleg en flestir eru þó sammála að sé að ræða einhverja samblöndu á fysiskum vél- og hugbúnaði sem á samskipti, þá sérstaklega á internet. Þetta er búnaður sem reynir ofta að gera einfalda flóknari hluti, safna gögnum, samþætta og spara okkur tíma. Það er oft hægt að hagræða með þessum búnaði. Þetta er ódýrari búnaður en við höfum oft séð áður. En IoT er vantarlega framtíðin, en til þess að IoT geti dafnað, þá verður IoT að vera örugt og virða réttindi okkar og upplýsingar. Það mætti segja að IoT í dag sé eins og villta vestrið. Framleiðendur keppast að fara þangað, en þeir vita ekkert endilega hvernig best að koma svo á staðinn eða hvað skal gera þegar komið þangað. Fjöldi framleiðenda er komið með einhvern IoT-búnað og oft er hann mjög illa útfærður út frá öryggismálum, sökum fjármagns og pressu við að koma búnaðinn út á markaðinn. Það er einnig pressa frá notendum að koma þessum búnaði inn í fyrirtækin og vegna skorts á þekking og reynslu hjá mörgum framleiðendum IoT-búnaðar sem hafa kannski ekkert verið í hugbúnaðarþróun í gegnum árin, þá er oft reynt að fá þriðja aðila til að þróa hugbúnaðinn fyrir IoT-búnaðinn og þar er oft reynt að spara og þriðja aðilinn sem þróar hugbúnaðinn reynir auðvitað líka að spara eða hagræða og endurnýtir oft kóða. Einn skrítnasta öryggissaga síðasta árs er mjög gott dæmi af hverju nauðsynlegt er að fara varlega þegar kemur að öryggi IoT-tækja og sérstaklega varðandi endurnýtingu á kóða. Fyrirtækið Swacom ákvað að hefja sölu á fullorðinsleikfangi, titrara með myndavél. Þeir hafa vantarlega gert greiningu á markaðnum, sé skort á þessari vöru og einhvern áhuga. Þeir fá til sín þriðja aðila til að koma upp hugbúnað fyrir þessa græju. Sá aðili hafði greinilega unnið áður fyrir drónaframleiðandann Skyviper og ákvað að spara sér tíma og endurnýta kóðan. Við vitum þetta því hann hafði ekki fyrir því að fjarlægja nafn Skyviper úr kóðanum. Kynlífstækið auglýsti þráðlaust á neti SeeMeEye og var sama lykilorð á öllum tækjum. Eftir að tengst við það var hægt að hafa samband við vefþjóninn og logga sig inn með notendanafninu admin og engu lykilorði. Þegar þangað var komið var þetta að sjá það sem myndavélin sá. Með svona illa útfært öryggislag er auðvelt fyrir jafnvel nágranna eiganda tækisins að komast inn á tækið og sjá hluti sem margir telja að fara ekki út fyrir veggi heimilisins. En það er meira. Það var hægt að virka telnet-þjón á tækinu. En telnet er 50 ára gamall hugbúnaður sem við höfum verið að reyna að útrýma síðustu 20 árin í staðinn fyrir lausnir eins og SSH eða annað. Og því er það mjög skondið að nútímalegt tæki, IoT-tæki, sé að bjóða upp á þennan möguleika. Það var einnig hægt að virkja skráðþjón ásamt mörgu öðru. Þeir sem fundu veikleikan létu vita á honum og virðist framleiðandinn ekki hafa mikinn áhuga, en tækið er meðal annars til sölu ennþá hjá Amazon. Bara í gær var til dæmis að koma tilkynningu þrjú önnur tæki með sambærilega galla og hægt er að lesa það til dæmis á Reddit. Friðhelgi einkalífsins er mjög viðkvæmt og gefur dæmi sem þetta ágæta sýn á þá vanvirðingu sem öryggismálum er gefið
Tæki eins og þetta ætti að vera hannað með hámarksöryggi og persónuvernd í huga. Við höfum heyrt fjölmargar sögur sambærileg vandamál og því miður þetta bara byrjunin. Væntanlega ólíklegt að tæki sem þetta finnist innan veggja fyrirtækja, en sama vandamál getur átt við annan búnað. Á síðasta ári var græja eins og þessi mjög vinsæl. Að ræða IoT sous vide tæki sem gefur notendum möguleika að fjárstýra eldamennskunni. Þessi búnaður hannaður með heimili í huga, en hver veit nema matráður fyrirtækisins finnst þessi græja sniðug og vilja nota hana innan veggja fyrirtækjanna. Mun matráðurinn hafa samband við UT-deild fyrirtækisins og biðja leyfi til að tengja þessa græju? Væntanlega ekki. IoT-tæki eitthvað sem fólki finnst almennt séð ekki vera tölvubúnaður. Og aðgangur á neti orðið einfalt og hver sem getur oftast gert það. Við erum að horfa á mjög mikla aukningu í framboði alls konar IoT-búnaði og á næsta ári mun það fjölga mikið innan veggja fyrirtækja. Við erum einnig að sjá dæmi eldri búnað breytast í IoT með uppfærslum. Fragt var það til dæmis einn stærsti ráterframleiðandi heims ákvað með uppfærslu að gera rátera sem áður voru stýrðir lokali, þannig að þeir eru stýrðir í skýinu. Þetta vakti mikla reiði meðal notenda og framleiðandi þurfti að bjóða upp á leið til þess að pakka út þessu. UT-ábyrgð innan fyrirtækja einnig að breytast og hverfandi eru miðlægar UT-deildir sem hafa stundum virkað eins og veggur eða akkeri á framþróun og ákvörðunartaka fer á fleiri hendur. Meðal kosti miðlægra UT-deilda hefur þó verið einhvers konar heildarsýn, reglur, einsleitni. Þeir eru ofta að passa upp á öryggi og UT-málin í heild, en með dreifðri ákvörðunartöku erum við ofta að sjá skort á daglegri ábyrgð og tryggingu að sé farið eftir öryggisreglum fyrirtækisins sem eru oft óskrifaðar. Sem dæmi ef söludeildin ákveður að setja upp IoT-talningabúnað í verslun fyrirtækisins og telja gesti og gangandi sem kom í verslunina, að þeir gera það án samráðs við UT-deildina, geta þeir ætlast til þess að UT-deildin láti vita að þau tækið bilar eða þjónusti þá þegar vandamál kom upp. Röngu uppsynning á búnaði getur einnig valdið truflunum og allt og oft sjáum við að sjálfgefin gildi, lykilorð og fleira, sé notað þegar þekking ekki til staðar. Skriflega reglur eða stefna getur ofta aðstofað og komið í veg fyrir mistök. Fyrir rekstraraðila UT-mála er mikilvægt að hafa einhvers konar stjórnborð, heildarsýn sem hægt er að sjá eignir og stöðu þeirra, þvert yfir framleiðendur. Það eru margir í sambærilegum pælingum og rétta útfærslan er ekki komin, gerist kannski í framtíðinni, en það eru konar hugmyndir eins og Enterprise IoT sem er ætlað að leysa sumt af þessu vandamálum. En hvað búnað finnum við innan veggja fyrirtæki í dag sem gæti verið IoT? Flest fyrirtæki eru til dæmis með prentara og prentara síðustu ára hafa margir komið með einhvers konar IoT-virkni, stýringu gegnum skýið eða prentun gegnum skýið. Eftirlitsmyndavélar einnig eru flestar orðnar IoT og það er í raun og veru mjög erfitt að finna vélar sem eru ekki með einhvers konar skýjatengingu. Sama má segja aðgangsbúnað, öryggis og vöktunarbúnað. Margur sértæku búnaðar eins og gagnageymslur eru farin að tengjast við skýið og bjóða tæknimönnum framleiðandans á að komast fram hjá vörnum fyrirtækisins beint að búnaðarnir til þess að þjónusta hann og mörg fyrirtæki hafa ekki hugmynd það. En hvað þarf að hafa í huga þegar velja á IoT-tæki? Í fyrsta lagi er það hver tilgangur tækisins er. Er honum ætlað að leysa einhver vandamál eða bara til skemmtunar? Mörg tæki geta nefnilega að skapa ný vandamál. Hvaða efni mun búnaðurinn safna og ef illa gengur að finna þar upplýsingar, það er spurning hvort það sniðugt sé að nota búnaðinn. Ég hvet ykkur til að spyrja framleiðendur að þessu og oft er mjög erfitt að fá svör. Það getur verið mjög flókið að finna líka út hvert upplýsingarnar eru sendar og hver hefur aðgang að þeim. Hinir ýmsu skilmálar gefa oft vísbendingar, en þeir draga frekar úr trausti heldur en að byggja það. Eru notaðar öruggar aðferðir til þess að miðla upplýsingum og vitum við það í raun og veru. Og hvað með varðveislu gagna? Hvenær hverfa gögnin? Og er einhver hlutlaus aðili sem passar upp á það sé gert? Skilmálar eru því miður oft gerðir með hagsmuni seljanda í huga. Þeir eru flóknir og almennu notendur lesa það ekki. En hvað með nýju persónuverndarlögin? Þau ættu jú að einfalda margt og koma þessum málum í réttar horfur, en margir framleiðendur vita ekki einu sinni af þeim
og ekki farnir að undirbúa sig. Og það ætti í raun og vera að forðast þann búnað. Jafnvel, sá sem ætlar að fylgja nýju persónuverndarlögunum í einu og öllu getur gert mistök. Þau mistök geta verið dýrkeypt ekki bara í formi kostnaðar, heldur sem tilfinningaleg skaði, oft einhvað sem ekki hægt að bæta úr. Og þannig hefur gerst bæði hér á Íslandi og erlendis í þekktum gagnaðarleikum. Ég er með 2 dæmi klásúlur í skilmálum. Það fyrra er fyrir EOT heimilistæki sem er til sölu hér á landi. Þar sem framleiðandi tækisins og innlendu sölu og þjónustæðali hefur möguleika að fjartengjast við búnaðinn. Þetta hljómar ágætlega, en fyrir mér blikka þarna rauðljós þegar ég les þessa skilmála. Sem dæmi, það er mjög afstætt hvað örugg samskipti eru og hvernig er samþykki notanda háttað og er hægt að komast fram með því, tengjast beint án samþykkis og er einhver að fylgjast með þessu. Hitt dæmið er öryggiskerfi sem einnig er til sölu hér á landi. Viðskiptavinir geta verið með myndavélar, aðgangsstýringu og fleira og augun á heimilið er í skýinu. Þarna er í raun og vera ábyrgðaraðili að vernda sig ef ske kynni að kemur upp gagnalegi eða öryggisfrávik. Og þetta er bara brot af skilmálum. Ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur skilmála almennt sér betur og mynda ykkar eigin skoðanir. Eitt af mikilvægast í dag þegar kemur á val á IoT-tæki er líftími þeirra. Framleiðendur eru nefnilega ekki oft tilbúin að styðja við tæki hugbúnaðarlega séð nema í nokkur ár. Ískapa, sjónvarp og alls konar tæki geta lifað í mörg ár. Og eru framleiðendur að koma út með öryggisuppfærslur mörgum árum setna fyrir nýjustu göllunum. Reynslan sýnir nefnilega annað. Á síðustu árum hefur rekist á fjölda tækja sem einhverjum nokkrar ára gömul er hægt að fá á sig uppfærslur og stundum er að ræða búnað sem er galopið frá internetinu og þetta á líka við virta framleiðendur. Þeir komið búnað á markaðinn, nokkrar uppfærslur og sinni fókusin farin á nýri búnað. Þetta sést mjög vel í nýjustu öryggisveikleikum sem hafa verið að finnast. Framleiðendur kom fyrst með uppfærslu fyrir nýja búnað og stundum kom uppfærslu fyrir eldri búnað nokkru vikur setna, nokkru mánuðum setna eða jafnvel aldrei. Ég þurfti sem dæmi sjálfur að skipta þráðlausa búnaðinn heima á mér þegar krakkveikleikin var opinberaður í október á síðasta ári. Ég var með búnað frá einu virtasta framleiðanda netbúnaðar í heiminum og hann var ekki gamall. Framleiðandinn var ekkert að gefa út hvernig hann ætlaði að gefa út uppfærslu og eftir nokkra vikna bið þorði ég ekki öðru en að skipta búnaðinn. Uppfærslur fyrir nýri búnað voru auðvitað komnar. En þetta er einhver sem almennu notandi mun ekki nenna standi í og þetta er kostnaðarsamt. Margir framleiðendur setja þó metnað í uppfærslur og bjóða okkur að uppfæra búnaðinn á einfaldan máta. Sem dæmi, ég get uppfært sjónvarpið mitt en ég þarf að hafa fyrir því og margir viti ekki eins og að því að þeir þurfa að uppfæra heimilistækin. Allt of mikið af búnað þarna úti er ekki uppfærður og þetta vandamál mun bara aukast í framtíðinni. En sumir framleiðendur eru farnir að uppfæra sjálfkrafa fyrir þig en oft getur það orsakað slæma upplifun og jafnvel skemmt búnaðinn og því eru ekki allir framleiðendur sem þora að gera það. En förum nú aðeins yfir áhættuna og ógnirnar. IoT eru nefnilega ekki neinn töfratæki. Þetta er í raun og veru bara tölvur með minni og örgjörfa og flest eru þau að keyra Linux. Þetta er fjöldinn allra Linux útgáfum og þótt að margar af þeim geta boðið upp á mjög gott öryggislag þá eru mörg IoT-tæki eins og ruslakistur eða dótakassar undir húddinu og nýta sér ekki alla þá öryggiseginleika sem er í boði. IoT-tæki bjóða oft upp á staðbundna þjónustur eins og vefþjóna þar sem hægt er að tengjast við og framkvæma einhverjar aðgerðir. En það er líka leið til þess að misnota tækið, sérstaklega ef það er ekki uppfært. Jafnvel þótt að framleiðandi sem með allt sitt á hreinu, með frábæran hugbúnað, með frábært öryggislag, þá reiðir hann sig ofta á libraries eða forritunarsöfn. Þannig undirlag hefur verið viðkvæmt fyrir öryggisveikleikum upp á síðkastið og gott dæmi er Heartbleed-gallinn frægi sem var að finna í forritunarsöfninu OpenSSL, en OpenSSL er millilag sem myndar SSL eða TLS samskipti sem flestu ekki öll fyrirtæki ættu að vera að notast við. Það var ekki síðan til loggum þegar þessi galli var misnotaður og hægt var að sjá inn í minni tölvunar á mjög auðveldan máta lykilorð, nótunöfn, kreditkorta upplýsingar og fleira. Þessi galli hafði ekkert með hugbúnaðinn sjálfan að gera og ekki heldur vefþjóninn, heldur eingöngu forritunarsafnið.
Þrátt fyrir að fljótlega séu 4 ár frá því að þessi veikleiki var uppgötvaður og lagaður, þá er í dag, samkvæmt Shodan, yfir 230.000 tæki á opnu internetinu með þennan galla og ennþá fleiri tæki eru innan veggja fyrirtækja og heimila og þau hafa ekki verið uppfærð. Það er líka áhvert að mikið af IoT-tækjum eru með serialport. Þau eru þarna fyrir þjónustuaðila og framleiðendur til þess að tengjast tækinu, en margir nýta þessa leið til þess að kynnast tækinu betur og finna veikleika. Aðrar ógnir er að búnaður sé misnotaður. Þetta gæti til dæmis verið að hann verið hluti af stóru botneti og býður eftir skipunum til þess að gera árásir eins og DDoS-árás eða einfaldlega koma óværu inn í umhverfi fyrirtækisins. Þetta hljómar eins og vísindaskáldskapur, en þetta er staðreynd. Þetta er nú þegar búið að gerast og mun aukast í framtíðinni. Hlerun er önnur ógn sem getur verið skaðleg og þá er ég ekki að tala um hlerun á hljóði, heldur hlerun á fjarskiptum. Ef IoT-tæki situr á sama netlagi á nótendur, getur það auðvitað tekið við á default gateway og hlera öll samskipti sem fara þar í gegn. Það er einnig möguleiki að hlutverk búnaðarins sé breytt eða bætt við. Sem dæmi, ísskápurinn þinn getur orðið þátttakandi í geymslu og ólöglegum gögnum þvert yfir skýið. Ég hef ítrekað séð IoT-tæki sem notast ekki við örugg HTTPS samskipti, en upp á síðustu árum hefur það verið að minnka, en nýir og kjánalegi gallar eru að koma í staðinn. Sem dæmi, IoT-tæki sem notast við örugg HTTPS samskipti en notast við gamla og veika dulkóðunarstaðla. Síðan það tækin sem eru með örugg samskipti og nýjustu dulkóðunarstaðlana en er alveg sama hvað skírtin er á hinum endanum. Þetta er að mínum mati ein helsta áhættan í dag og hún býður upp á möguleika fyrir man in the middle árás. Man in the middle hljómar sem eitthvað sem er sjaldgæft og flókið, en það er ekki þannig. Hver sem getur í raun installa einföldu appi á símann sinn og gert svona árás. Þessi árás er gerð með því að nota hluti eins og ARP poisoning eða þykjast vera DSP-þjónninn. Og með því að komast í hlutverk default gateways fara öll samskipti í gegnum þig. En nú upplifa flesti sig örugga á sínu lokaða neti en með tilkomi IoT-tækja þér við hlið þá ert ekki jafn öruggur. Það mætti nefnilega segja að öll þessi tæki og fleiri á leiðinni gæti verið trójuhestar nútímans. En hvað er hægt að gera? Ein leið var að leyfa ekki nein IoT-tæki, en við varum dálítið að synda á móti straumnum og á endanum myndum við missa styrkinn og fara með honum. Hvernig var frekar að tryggja öryggi með því að byggja upp gott netkerfi sem styður við þessa framþróun? Einfaldasti möguleikinn í dag er að dreifa áhættunni og byggja upp öryggissvæði sérstaklega fyrir IoT. Samlega því var þetta að útbúa þráðlaust net eða SSID sem fer inn á það öryggissvæði og jafnvel var hægt að hafa mörg SSID eftir tegundum eða hlutverki í búnaðar. Hér sjáum við mjög klassískt dæmi netkerfi fyrirtæki í dag. Það er byggt á 2 öryggissvæðum, ytra öryggissvæði þar sem internetið er og innra öryggissvæði þar sem notendur og aðrir hlutir eru til staðar. Hugan eins og þessi er til staðar í alls konar fyrirtækjum, stórum og smáum. Einnig á heimili fólks, nákvæmlega svo sama. En hún styður illa við þær breytingar sem er að gerast, sérstaklega aðgengi fyrir gesti og IoT. Sum fyrirtæki hafa einnig DMZ-u sem í gegnum tíðina hefur verið ætlað að hýsa þjóna og þjónustur sem voru aðgengilega frá internetinu. Þetta er þó að hverfa með tilkomu skýjavæðingu fyrirtækja, en mikið af þessum netþjónum er í dag að hverfa. Í dag er orðið mjög vinsælt að bjóða upp á gestanet og það er til ýmsar útfærslur á því hvernig það er gert. Allt á mörg fyrirtæki hleypa gestunum einfaldlega inn á innra öryggislægið en önnur nota sér tækni í þráðlausu punktunum til að aðskilja gesti og innranetið. En þar liggur oftast gestanetið bak við innranetið og mannleg mistök eða gallar í þráðlausum búnaði getur verið til þess að gestinni komist á innra öryggislægið. Einfaldasta lausnin er að koma upp sér gesta öryggissvæði sem hefur lítinn eða engan möguleika að tengjast við innri öryggissvæðin. Sama má segja með IoT. Það gæti komið sem sér öryggissvæði sem hefði eiginlega bara aðgang til þess að tengjast út á internetið.
Markmiðið væri að einangra IoT-tækin og vernda þar með notendur. Margir getur spurt, ekki sniðugt að blanda saman gesta og IoT-hlutverkunum saman? Nei, þau eru nefnilega mismunandi. Við viljum bæði vernda gesti frá því sem IoT-tæki getur mögulega gert, en líka vernda IoT-tækin frá gestunum og koma í veg fyrir að reynt sé að brjótast inn á þau. Þessa hugun getur jafnvel flestir komið upp heima hjá sér. Það er eitt annað, eldvekkurinn, hann hefur mikilvægt hlutverk. Hann er ekki bara í því að takmarka hverju mega að tala við hvern, heldur hann líka sér að geyma audit-logga. Og svona audit-loggar er mjög mikilvægir ef upp kemur innbrot. Þeir geta byggt tímalínu og sé nákvæmlega hvað gerðist. En þetta leysir ekki alveg öll vandamálin, sérstaklega á víraðalaginu, sem flest fyrirtæki nota sem grunn fyrir þráðlaust net og annað. Það er því miður alltaf oft þannig að jafnvel reynslumikið tölvufólk er ekkert að spáði í því hvað er á baku portin þegar tengt er við þau. Baku portin getur verið mismunandi vílun og mismunandi öryggissvæði og ég hef ítrekkað komið að stöðum þar sem búið er að tengja notendur við öryggislag netþjóna og það tekur enginn eftir því þar sem allt virkar fínt. En lausnin á þessari flækju er að notast í lausnin eins og .NET sem býður upp á auðkenningu inn á switchana og sér að koma notendum inn á það öryggissvæði sem þeir eiga heima á. Ef auðkenning er ekki gerð, þá lendur á öryggissvæði sem hefur takmarkaðan aðgang. Í þráðlausum samskiptum þá er það aðeins auðveldra. Þar sem notendur geta jafnvel valið þau SSID sem þeir vita þeir með að tengjast við og oft er það mismunandi öryggissvæði. En ekki er allur IoT-búnaður þannig að hann sé þráðlaus og því er mikilvægt að tryggja þetta óháð tengileiðinni. Ég hef rætt man in the middle á netlagi eða broadcast-domaini en til eru lausnir til þess að fyrirbyggja það. Það er mjög sjaldgæft að sjá þessar lausnir í notkun, minnst í fyrirtækjum hér á landi. Í fyrsta lagi erum við með DSP snooping sem sér það að passa að eingöngu réttir DSP-þjónar geti úthlutað IP-tölum og heldur utan IP-tölur á MAC-adressur. Dynamic ARP Inspection tryggir það að ARP-pakkar komi frá réttum source og kemur í veg fyrir ARP-eitrun eða ARP-poisoning. IP Source Guard tryggir það að ekki sé hægt að spúffa, þannig að IP-tölur sé að koma frá réttri MAC-adressu. Fyrirtæki sem notast við þessa eiginleika ásamt því að skipta öryggissvæðum er á góðum stað og betur tilbúið fyrir framtíðina. Mér langar síðan að koma með dæmi einfalda stefnu IoT. Þetta er eitthvað plagg sem hægt er að koma upp og hafa sem grunnreglur eða leiðbeiningar þegar notendur óska eftir að tengja henni í ýmsu tæki. Þau bjóða upp á það að leiðbeina notendunum og láta þau hugsa aðeins öryggi og persónuvernd. Svona reglur þurfa ekki endilega að vera fráhrindandi, skrifaðar í stein. Þetta eru reglur sem má breyta og þróast með tímanum og eiga ekki að vera til þess að flækja málin. Ég vona að þið hafi haft góð nota af þessum upplýsingum. Þetta er stórt og mikið umræðefni og ég vona að ég hafi náð að skauta í gegnum það helsta. Takk hérlega.